Eigandi minkabús í Mosfellsdal telur sig hafa orðið fyrir tugmilljóna tjóni eftir að skemmdarvargar hleyptu þúsundum minka úr búrum sínum í síðustu viku. Strokuminka enn leitað og mörg hundruð þeirra eru dauð. Rúmenar reyna að auka rennsli í Dóná með því að sprengja upp hindranir í farvegi fljótsins. Mikil þurrkatíður í stórum hluta álfunnar og í Grikklandi barist við skæða skógarelda. Suðurnesjamenn búast við þúsundum gesta til að fylgjast með sólmyrkvanum 12. ágúst. Slökkt verður á rafljósum svo þau spilla ekki myrkrinu. Stærstu útihátíðir helgarinnar fóru vel fram. Nú töluverður straumur fólks í átt að höfuðborgarsvæðinu. Þjóðhátíðargestir voru alsælir með helgina. Besta partí sem ég farið í. Gott kvöld. Mun færri strokuminkar hafa fundist í Mosfellsdal eftir því sem liðið hefur á helgina. Forseti bæjarstjórnar Mosfellsbæjar telur það til marks að færri dýr hafi sloppið út fyrir varnargirðingar en talið var í upphafi. Síðan þúsundir minka sluppu úr loðdýrabúinu Dalsbúi í Mosfellsdal á miðvikudaginn í kjölfar innbrots og skemmdarverka hefur allra leiða verið leitað við að handsama þá. Minkaskiptur og leitarhundar kallaði til og annan tug gildra var settur upp víða dalinn. Bæjarstjórn Mosfellsbæjar stjórnar þessum aðgerðum. En hér til dæmis ein af þessum gildrum. Það kannski ekkert vorkvöld í Reykjavík spila hér, en hérna hafa verið að koma nokkrir fyrstu dagana. En hefur ekkert verið að gerast núna þennan sólarhringinn. En þá koma hérna í gegnum grasið og finna lyktina af ætinu. Fara hérna inn í þetta búr sem lokast og þeir eru að vitja búrana hér hjá okkur að lágmarki 3 sinnum á sólarhring. Bæjarstjórnin fær ráðgjöf frá sérfræðingum í þessu verkefni. Þeir eru mjög jákvæðir að við séum nú að komast fyrir vind með þetta vegna þess að það svo lítið sem hefur verið að finnast núna undanfarna 2 daga. En fjöldi minka innan varnargirðingar umhverfis Dalsbú og það sömuleiðis unnið hörðum höndum að því að handsama þá og þeir sem nást innan girðingar fara aftur inn í búið. Sko þessi kör hérna erum við með vatn, það nú engin minkur, það búið að veiða svo mikið af þessu sko. Þetta vatn fyrir það? Já, þeir eru búin að synda í þessu alveg á fullu sko. Drekka þetta og synda í þessu. Þið sjáu hvernig vatnið hérna, við skiptum 3-4 á dag og þau kom bara að synda í þessu. Þeir eru með háa hérna leið og koma upp úr dallan og þá bara þá er þetta teknísk sko. En þér hafa ekkert borist frekari vísbendingar hverju getur borið ábyrgð á þessu? Nei, þeir slepptu út 10.000 minkum. Við vitum það núna. Sér það, þessi 3 kör hérna, þau eru svona. Og svo sér þið hérna, við hefum bara hendið svo hérna jafnáðum hérna inn. Dýr sem drepast, við bara hendum þau hérna inn, annarkvort í körinni eða þarna bara, þú veist. Hvað heldur þú séu margir hér? Hérna, alveg yfir 500, milli 500 og 600. Hefurðu einhverja hugmyndum fyrir hversu miklu fjártjóni þú orðið nú þegar vegna innbrotsins og skemmdarverkana? Hrein ágiskun. Viltu giska? Ég get alveg giska á 30-40 milljónir, alveg hygglust. Tugir ferkílómetra hafa brunnið í skógareldunum í Grikklandi vestur af höfuðborginni Aþenu. 100 slökkviliðsmanna berjast við eldana. Vind hefur lægt á þessum slóðum en hitabylgjur og langvarandi þurrkar gera slökkviliðsmönnum erfiðara fyrir. Það eru 4 dagar síðan þessir eldar spruttu upp nokkra 10 kílómetra frá Aþenu. Ekki þeir fyrstu sem Grikkir hafa þurft að berjast við síðustu vikurnar, en með þeim illvígari, ekki síst út af hávaða roki sem verið hefur að undanförnu. Í dag var hins vegar auðveldara að beita þyrlum og flugvélum í baráttunni. Sú aðferð þó ekki hættulaus. Í gær fórust 2 flugmenn þegar 2 þyrlur skullu saman. 1000 íbúar hafa þurft að yfirgefa heimili sín og þau bíða í ofvæni eftir því að komast tilbaka. Κατεβήκαμε τώρα που έπεσε η φωτιά, μπας και μπορέσουμε να δούμε τις περιουσίες μας στα σπίτια τι έχει γίνει. Στο προσήλυνο το σπίτι μου έχει καεί το μισό. Sumir hafa áhyggjur af búfénaði.
Έχουμε πρόβατα στο Γερμανό και δεν μας αφήνουν να πάμε να τους βάλουμε νερό και φαΐ. Θα καούν τα βίλια το βράδυ. Αυτό βλέπω. Ekkert lát er á hitabylgjunum sem hafa plagað íbúa Evrópu undanfarnar vikur. Í austurhluta álfunnar er búist við hátt í 40 stiga hita næstu daga og þurrkar valda vandræðum. Ekki síst vegna þess að vatnsmagn í ám og fljótum nálgast sögulegt lágmark. Þetta gerðu Rúmenar í dag til að auka flæðið í Dóná, ekki síst til að meira vatn komi nálægt Tjernavóta kjarnorkuverinu þar sem þörf er á meira kælivatni. Vatnsborðið í Dóná í Rúmeníu er nálægt í að vera í sögulegu lágmarki þessa vikurnar. Ceea ce s-a făcut în aceste zile cu dislocarea acestei stânci, chiar dacă va prelungi 2 sau 4 sau 5 sau nicio zi, activitatea centralei de la Cernavodă este un câștig permanent. Rúmenar hafa lýst yfir neyðarástandi í raforkuframleiðslu við almenning að draga úr notkun á rafmagni og nokkur stórfyrirtæki í Rúmeníu hafa stöðvað sína starfsemi. Það eru álíka vandræði í Ungverjalandi vegna vatnsborðsins í Dóná. Þar stóð til að stöðva alveg raforkuframleiðslu í eina kjarnorkuveri landsins. En í dag var ákveðið að halda einni túrbínu af 4 gangandi. Stjórnvöld hafa biðlað til almennings. Minden megtehető dolgon spórolok. Este nem is szoktam már villanynál aludni, meg hát le is kapcsolom a villany, mindent. Inkább a nagyobb cégek, tehát akik ilyen több ezer kilowatt, több ezer megawatt teljesítményen dolgoznak, nekik kell, nem gondolom, hogy nekünk kellene otthon lekapcsolni a klímát nyilván. Dóná er lengsta fljótið í vesturhluta Evrópu og vandamálin sem tengjast þurrkatíðinni og lágu vatnsborði fljótsins eru víðar en í austurhluta álfunnar, til dæmis í Austurríki. Die extreme Trockenheit ist jetzt besonders im Juli noch stärker geworden. Die ersten 6 Monate des Jahres waren außergewöhnlich, aber jetzt mit dem sehr, sehr trockenen Juli haben wir schon die Trockenheit des Jahres 2003 überschritten. Also dieses Jahr ist jetzt noch trockener als das Trockenjahr 2003. Og veðrið hjálpar ekki til þessa dagana. Nýjasta hitabylgjan í Evrópu gengur nú yfir austurhluta álfunnar, þar sem víða er búist við hátt í 40 stiga hita fram eftir vikunni. Minnst 7 eru sögð hafa verið drepin, þar af 3 börn og 20 særðir eftir að árásardróni lenti á fjölmennri baðströnd í rússneskum strandbæ við Svartahafið í dag. Þetta er óstaðfest myndband sem birtist víða á samfélagsmiðlum. Stjórnvöld í héraðinu skella skuldin á Úkraínumenn, en ekki er ljóst hvort baðströndin var skotmark drónans eða rússnesk herstöð sem er í 40 kílómetra fjarlægð. Von er á þúsundum gesta á Suðurnes þegar almyrkvi verður á sólu þann 12. ágúst. Sveitarfélögin hafa undirbúið viðburði til að hægt verða að njóta myrkvans eins vel og kostur er. Við erum alltaf mjög vel staðsett hér í Suðurnesjabæ og sérstaklega þegar það kemur að almyrkvanum sem verður nú 12. ágúst. Á suðvesturhorninu þá er hægt að upplifa hvað lengst hér. 1 mínútu 40-45 sekúndur. Í Suðurnesjabæ eru 2 staðir hugsaðir fyrir fólk sem vill njóta almyrkvans, Garðskagi og Sandgerði. Þar verður bætt við bílastæðum og salernum og á Garðskaga verður almyrkvasýning í byggðasafninu og tónlistaflutningur. Þar verður ljósmengun lágmörkuð. Við munum slökkva á ljósum hér í kring, eða raunir komið vekk fyrir það kvikni þegar það verður myrkur á almyrkvanum. Þannig að upplifunin verði svona kannski hvað best. Og haldið að það verði mikið af ferðamönnum sem leggja leið svona hingað eða verði heima fólk? Ég held að verði bara bland. Þetta er, og við vitum að tjaldstæðin eru full, öll gisting er full á suðvesturhorninu og það er töluvert búið að bóka af hópum í svona hjá ýmsum ferðaþjónustu aðilum hérna í sveitarfélaginu. Þannig að það má alveg búast við því að það verði töluverður fjöldi. Ef að margir til þess koma frá höfuðborgarsvæðinu þá getur þessi fjöldi margfaldast tiltölulega hratt og í staðinn fyrir að vera kannski með undirbúning fyrir nokkur 100 þá var þetta kannski frekar nokkur 1000. Unnið hefur verið að undirbúningi síðastliðið ár og tugir viðbragðsaðila verða á svæðinu. Í Reykjanesbæ stendur líka mikið til. Við höldum sem sagt myrkvastund þann 12. ágúst sem er viðburðurinn okkar á almyrkvanum og hann er keyrður samtímis á 4 stöðum í Reykjanesbæ, sem sagt í öllum svona helstu hverfunum í Reykjanesbæ. Og í hvaða hverfum er það? Það er til dæmis hérna fyrir aftan okkur upp á Ásbrú og síðan verðum við í Holtakverfi fyrir ofan Holtaskóla og við erum á 2 stöðum inn í Njarðvík. Það er bæði í Skrúðgarðinum í Njarðvík og síðan við Kambinn í innri Njarðvík. Þannig að það ættu allir að geta fundið svona risa gleru og safnstað bara í sínu heimabyggð og sínu hverfi.
Það er nauðsynlegt að bera sólmyrkva gleraugu þegar horft er á almyrkvann, en svo verður líka hægt að horfa í gegnum þessi stóru gleraugu því að í þau verður sett sérstök almyrkvafilma. Íbúar eru hvattir til að ganga á myrkvastundina í sínu hverfi þannig að gestir sem komi lengra að geti notað bílastæðin. Það sem skiptir okkur máli er að við komum saman og upplifum þetta saman því að mér skilst það að, ég hef ekki upplifað þetta áður, en mér skilst að upplifun sé margfalt sterkari þegar við upplifum það saman sem heild. Og þá fyrir við norður yfir heiðar. 5 ungir mennum tvítugt sem sérsveit lögreglu handtók á Akureyri í gær reyndust vera með leikfangabyssur í fórum sínum. Þeir hefðu beint byssunum að vegfarendum en fjöldi fólks var í bænum helgina á hátíðinni einni með öllu. Lögregla var því með mikinn viðbúnað þegar mennirnir voru handteknir miðjan dag í gær. Þeim var sleppt í gærkvöld en gætu verið ákærðir fyrir vopnalagabrot. Nokkuð var líkamsárásir og fíkniefnamál á útihátíðum helgarinnar en þær fóru þó að stærstum hluta vel fram. Og nú eru margir ferðalangar á heimleið. Alma Ómarsdóttir er á Selfossi. Alma, hvernig er umferðin til borgarinnar núna? Hún virðist bara vera nokkuð og ganga nokkuð vel hér. Því miður þá virðist hún vera töluvert þyngri fyrir norðan. Síðdegis urðu 2 alvarleg bílslys á norðvesturlandi en umferðin þar er mun þyngri heldur en hér. Við Hjalti Haraldsson, myndatökumaður, höfum verið á ferðalagi Suðurland í dag og höfum haft það á orði að það sé í raun og veru bara minni umferð heldur en gengur og gerist oft að sumri til. Hvað þá verslunarmannahelgi. Lögreglan hefur verið með stíft eftirlit, umferðareftirlit í allan dag og þá er sérstaklega kannski fylgst með því að fólk sé örugglega aksturshæft eftir helgina. Þeir sem voru að koma frá Landeyjahöfn og komu þá frá þjóðhátíð í Vestmannaeyjum voru látnir blása í áfengismæli áður en þeir fengu að aka af stað, enda mikið gleði og glaum í Vestmannaeyjum alla helgina. Það var hella, geggjur sól og blíða. Já, það var bongo. Þetta er fyrsta skiptið í Eyjum og maður getur ekki bara beðið betra veður en við fengum. Besta partí sem ég hef farið í. Já. Ótrúlega skemmtilegt. Já, geðveikt. Hafið þið farið áður? Já. En ég held að það er ekkert skipt sem toppa þetta, sko. Þetta var ótrúlega geðveikt veður, þetta var svo mikið stemning. Og mikið sungið? Mikið sungið. Ærist. Þetta var bara alveg stórkostlegt. Já, mjög gaman. Og eru þið með bíl hérna við Landeyjahöfn? Við fengum eitthvað til að sækja okkur. Já, fengum bara far. Já. Ekkert að fara að reyna að keyra núna? Nei, það gengur ekki neitt. Dræfurinn er að vera að blása. Láta blása. Tjekka hvort það sé örugt. Já, það er mikilvægt. Mamma er að koma að sækja okkur. Þannig, já, hún bara bjargaði þessu. Ef þú ert að horfa á þetta, mamma, takk kærlega fyrir. Þú ert yndisleg, ég elska þig. Já, það er gott að eiga góða mömmu, en það var víðar en í Vestmannaeyjum þar sem að fólk skemmti sér á suðurhluta landsins. Á Flúðum kom fjöldi fólk saman og þar fór meðal annars fram traktorafæra og furðubátakeppni í gær. Fallegasti viðburður á Íslandi, búin að vera til í, ég veit ekki hvað mörg ár, 20, 30, 50, 60 ár. Strákar, eru ekki ánægðir með pabbi ykkar og búið hérna á Flúðum? Jú, hann er langt bestur, sko. Hann kann þetta. Er það góður? Já. Myrkvi, sólmyrkvi á Flúðum 2026. Og mikið er þetta vel gert og vel gert. Og það var ekki bara furðubátakeppnin sem var svona skemmtileg hérna á Flúðum helgina, nei, traktorstorfaran, hún sló algjörlega í gegn. Nei! Voru þið búin að taka eftir því að við erum með atvinnurækti? Já, traktorstorfaran er alltaf mjög vinsæl en núna tóku 9 dráttavélar með sína ökumenn þátt í keppninni. Mörg glæsileg tilþrif sáust. Þetta eru einhverja þúsundir sem saman eru komnar hér til að fylgjast með strákum úr sveitinni, leika sér á gömlum traktorum í drullupolli, en afþreyingin er óumdeilanleg. Og balli. Gegnum endahlið!
Það er ennþá bongóblíða hérna á Suðurlandi eins og sjá má og það er ekki laust við það að þeir ferðalangar sem við rákumst á Flúðum í dag hafi verið svona frekar tregir við það að ganga frá og halda heim, allavega flestir. Alveg geggjað, meiri háttar verið þetta. Gott veður væntanlega? Já, bara allan tíman, geggjað veður. Hér voru gítarpartí í tjöldum og það voru bara allir bara í góðri stemmingu. Bara gleði? Já, mikil. Hvernig er búið að vera helgina? Bara mjög gaman. Hvað var skemmtilegast? Hoppa á klettinum. Hoppa á klettinum? Já, úti í á. Búið að vera svona líka gott veður? Já, rosalega. Það er rosalega gaman. Syngja, rallaus, syngja í brekkunni, mesta gaman í heimi sem til er. Og nú er bara verið að sóla sig? Jöpp. Kannski hittu voðalega freistandi að fara að taka saman þegar veðrið er svona? Nei, þess vegna er enda hérna. Jæja, er bara verið að taka saman eftir helgina eða? Jú, það er verið að taka saman. Það er kannski ekkert voðalega freistandi meðan að veðrið er svona? Nei, það var frekar kalt þessar nætur. En við fekkum að nota smá hittablásara hérna og frá þeim. En það er nú sól núna? Það er sól núna. Gott veður og gott að taka til núna. Ég sakna bara rúmið mitt, sko. Ég get ekki betra að koma heim. Þannig að það er eitthvað gott við það að fara heim. Já. Já, en kvöldið er ekki búið og hætt við að umferðin geti farið að þyngjast eftir því sem að líður á, eða hvað, Þorsteinn M. Kristinsson? Jú, hún gæti farið að þyngjast og þess að sjáum hérna á bak við okkur, þá hefur aðeins verið að auka í umferðina en þetta hefur gengið samt heilt yfir bara mjög vel. Og helgin einmitt gengið vel í heild? Já, sem betur fer og slysalaus að mestu og það skiptir öllu máli. Ertu með eitthvað skilaboð til þeirra ökumanna sem eru núna á heimleið? Já, bara missa ekki einbeitinguna, þetta er ekki búið. Við þurfum að bara fara varlega og taka sér tíma. Það, eins og ég segi, eykst umferðin en að gera að taka sér tíma og alls ekki leggjast að sjálfsögðunum og sett hæfur til aksturs. Úthvíldur og ekki undir áhrifum? Nákvæmlega. Einmitt, takk fyrir þetta, Þorsteinn. Og þá segjum við þessu lokið héðan af Suðurlandi og vonum að allir komist nú heilir heim. Já, það vonum við svo sannarlega. Takk fyrir þetta, Alma. En þá að veðri, á morgun verður áfram rólegheita veður. Skýjað að mestu og þurrtakalla en víða bjart sunnanlands og einnig sumstaðar á Norðurlandi. Eins má búast við stöku skúrum inn til landsins undir kvöld. Hiti breytist lítið, nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Árlegt góðgerðarmót Nesklúbbsins einvíð á Nesinu var haldið í dag. 10 af fremstu kylfingum landsins voru mættir til leiks og keppnin var hörð. Það gustar Gianni Infantino, forseta FIFA og stuðningur við hann fer dvínandi. Knattspyrnusambönd lýsa yfir andstöðu sinni gagnvart honum. Loks setjumst við niður með ólympíufaranum Kristrúnu Guðnadóttur sem þurfti að leggja skíðin á hilluna eftir erfið meiðsli í hné. Hún segir erfitt að sætta sig við ferilinn. Þetta í íþróttum hér eftir fréttir. Og það var helst í þessum fréttatíma að eigandi minkabús í Mosfellsdal telur sig hafa orðið fyrir tugmilljóna tjóni eftir að skemmdarvargar hleyptu þúsundum minka úr búrum sínum í síðustu viku. Strókuminka er enn leitað og mörg hundruð þeirra eru dauð. Rúmenar reyna að auka rennsli í Dóná með því að sprengja upp hindranir í farvegi fljótsins. Mikil þurrkatíður í stórum hluta álfunnar og í Grikklandi er barist við skæða skógarelda. Suðurnesjamenn búast við þúsundum gesta til að fylgjast með sólmyrkvanum 12. ágúst. Slökkt verður á rafljósum svo þau spilla ekki myrkrinu. Og stærstu útihátíðir helgarinnar fóru vel fram og nú er töluverður straumur fólks í átt að höfuðborgarsvæðinu. Þjóðhátíðargestir voru alsælir með helgina. Þá ætlum við að fara að slá botnin í þennan verslunarmannahelgar fréttatíma. Næstu fréttir verða lesnar í útvarpinu klukkan 10 og svo minnum við á vefinn ruv.is. Við kveðjum í kvöld með myndum sem Ragnar Santos tók í Herjólfsdal í gærkvöld. Takk fyrir samfylgdina og verið sæl.